undir eftirliti, svo sem ræddi það ekki en allar slíka vangaveltur bara okkar hugur og allra hjá honum og hann jafni sig og eins og ég sagði, þetta leit ekki vel út og menn voru sjokkeraðir, leikmenn beggja liða, áhorfendur, þjálfarar og þeir sem koma að þessu, þannig að það er ánægjulegt að minnsta kosti að eftir rannsóknir og annað þá lítur þetta betur út heldur en á horfist og eins og ég segi, komin til meðvitundar og hefur það gott. Við höfum ákveðið að sýna þetta atvik ekki. Hvað kom þér þetta fyrir sjónir? Við tókum eftir að Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR-inga, hann kom þarna til hjálpar og virtist snúa honum við. Já, ég vil bara nota tækifæri og þakka bæði sjúkraþjálfurum okkar og KR-liðsins og leikmönnum beggja liða og þeir sem komu að þessu, læknum sem komu að fyrir þeirra þátt skipti sköpum og voru góð viðbrögð og röð handtök. Enda leit þetta ekki vel út eins og ég sagði en þetta kemur mér þannig fyrir sjónir að það hár bolti eins og gengur og þeir fara upp í skallaæfingu í Elvar og Greta Sigfinnur og óheppið verður að þeir skella saman með höfuðin og við sjáum þetta gerast í fótboltaleikjum og Elvar leikur eftir, Magnús Þórisson dómari bregst mjög fljótt við og stoppa leikinn strax og svona fyrstu viðbrögð okkar eru að þarna séu einhvers konar meiðsli og menn ekkert undirbúnir fyrir þetta að það var alvarlegra heldur en gengur og gerist og Bjarni, ef ég man rétt, kemur að honum og fleiri leikmenn og bregðast mjög fljótt við og síðan hefjast með bara handa við að gera það sem gera þarf í svona stöðu. Sjúkrabíll, hann kemur þarna eftir 7-8 mínútur. Þið eru síðan færðir inn í búningsklefa. Geturðu eitthvað sagt okkur frá svona hvernig mönnum leið? Þú ert náttúrulega búinn að koma inn á það og síðan var tekin ákvörðun að fresta leiknum. Já, menn voru eðlilega mjög sjokkeraðir því að þarna sjá leikmenn þetta inn á vellinum bara frá fyrstu hendi og líka áhorfendur sem eru upp í stúku fá náttúrulega enga fréttir af því hvað að gerast og við ákveðum að fara bara inn í klefa bæði liðin og KR-ingarnir, Rúnar og hans teymi þeim var eðlilega brugðið og menn voru mjög samhuga og skilningsríkir í því að það voru önnur atriði sem voru mikilvægari heldur en að standa út á velli eða fótboltaleikurinn. Svo þegar við fengum fréttir af líðan Elvars, það að segja þarna út á vellinum og í sjúkrabílnum að þá komum við saman og tókum bara ákvörðun það að það væri réttast að stoppa þennan leik og ég held það ekkert, ég efast ekki að það var eina ákvörðun sem var rétt að taka. Það var enginn í standi til þess að fara að spila einhver stig eftir að voru vitni að þessu. En svona uppálega enda svona ringulreið sem ríkti við íhugum það að fresta hreinlega þættinum en ákváðum síðan að vegna kannski góðra frétta af bildunum að þó að þetta sé náttúrulega ekkert eðlilega kringumstæður. Nei, hver og einn verður bara að taka þær ákvarðanir sem þeir telja réttar undir þessum kringumstæðum. Þeir sem kom að leiknum tóku þá ákvörðun að leikurinn skildi ekki halda áfram og við, ég er bara nýkominn úr Kópavoginum að við settumst niður og leikmenn beggja liða og svona spjölluð og ræddum málin og síðan fengum við mann sem vanur í að veita svona aðstoð að menn fengu að tjá sig og tala eins það sem þeir upplifðu vegna þess að þetta var gríðarlegt sjokk fyrir alla að sjá einn kæran félaga liggja þarna eftir þetta samstuð og það oft gott bara að sitjast og tala saman og ræða málin og fótboltaleikurinn var fjarri mönnum í kvöld og það enn í raun og veru og við ætlum bara að hittast á morgun og svona melta þetta áfram. Gríðarlega náttúrulega fjöldi fólk sem var komin hérna og mikið af börnum auðvitað og þannig að þið sendu frá okkur tilkynningu á hann þar sem að foreldrar voru beðnir að spjalla við börnin og svona útskýra fyrir þeim. Jú, það held ég að sé
eðlilegt og gott að koma þeim skilaboðum sem hægt að koma á framfæri þannig að allri óvissu sé eitt og fólk sé upplýst og sé upplýst í gegnum einn kanal en ekki marga, fara oft á stað einhvers konar sögur og menn vilja vera fyrstir með fréttirnar og ég held að menn hefur brugðist líka rétt við því að koma upplýsingunum út og mikilvægt bara að allir, bæði fjölmiðlar og aðrir sýni ákveðna nærgætni í þessu eins og í öðrum málum. Þetta skiptir engu máli hverju fyrstur með fréttirnar að þær skulu bara vera réttar og sagðar af smekkvísi og eins og tilefnið að þetta náttúrulega alvarlegt mál þegar að hver sem fær höfuðhögg og það eru tilfinningar, fjölskyldu og vina og annarra þannig að það þarf að sýna nærgætni. Ólafur, svona í lokin, það er náttúrulega voðalega aðsnallt að spyrja það að fara að draga einhvern lærdóm af þessu en sjúkrabíll ekki á staðnum, það er náttúrulega, það eru kannski ekki nógu margir sjúkrabílar í landinu til að vera á öllum leikjum. Já, það er voðalega aðsnallt að spyrja þessari spurningar en auðvitað leitar þetta á huga einhverja. Ég held bara að það sé engin tímapunktur núna til þess að fara að velta sér upp úr slíku og alls ekki mínu verkahring að fara að taka þátt í slíkum spekulationum. Það sem að tilgangur minn með því að koma til ykkar kannski að koma þessu á framfæri frá fyrstu hendi að Elvar líði betur og þetta fór betur en á horfðist og að við þurfum bara að vinna úr þessu leikmannahópurinn og síðan það annarra að taka á því hvernig prótókoll á að vera í kringu þetta en ég get hins vegar sagt það að innan hús í okkur hefum við svona kannski síðustu mínútur eða áðurinn kom hingað, sest aðeins niður og sagt að þrátt fyrir að þessi einhverja kröfur lágmarksviðbúnað að þá held ég að við drögum þær lærdóm að þessi betra að hafa varan á og vera viðbúinn og heldur en að þurfa að upplifa það að vera ekki tilbúin í það að takast á við svona. Maður veit aldrei hvenær svona getur komið upp aftur. Ólafur Helgi Kristjánsson, kæra þakkir fyrir komuna í Pepsi-markið. Takk. Já, og við sendum að sjálfsögðu batakveðju til Elvars Árna Aðalsteinssonar og hans fjölskyldu og við ætlum að taka okkur stutt hlé og Pepsi-markin halda síðan áfram. Sælir aftur, áhorfendur góðir. Það voru 3 leikir í Pepsi-deild